sagan af því hvernig úlfaldinn fékk kryppuna. Þetta sönn saga og þetta gerðist einmitt svona. Fyrir langa löngu í grári forneskju meðan veröldin var ennþá ung, var til víðáttumikil eyðimörk. Og í miðri þessari víðáttumiklu eyðimörk átti heima ótrúlega geðvondur, montinn og latur úlfaldi. Hann stóð allan daginn og át svölurót og þyrna og þess áttar milli þess sem hann speglaði sig í lindinni og dáðist að löngum fótleikjum sínum, þungum augnlokum og sveigðum hálsi. En hann var samt montnastur af snotru flötu baki sínu. Heyrðu mig, Úlfaldi, það komin tími til að þú gerir eitthvað með þessu sterka baki þínu, sagði hesturinn fyrsta mánudagsmorguninn í veröldinni. Sagði Úlfaldinn. Heyrðu minn, Úlfaldi, það komin tími til að þú lærir að sækja bein sem maðurinn hendir, sagði hundurinn fyrsta mánudagsmorguninn í veröldinni. Sagði Úlfaldi. Heyrðu minn, Úlfaldi, það komin tími til að þú hjálpir til við að plæja, sagði uxinn fyrsta mánudagsmorguninn í veröldinni. Sagði Úlfaldi. Þegar fyrsti vinnudagurinn í veröldinni var á enda, sagði maðurinn við hestinn og hundinn og uxann: Þakka ykkur fyrir hvað þið hafi verið duglegir. Ég búinn að tala við þessa hnussandi skepnu út í eyðimörkinni en hún neitar að hjálpa okkur og af því að það svona mikið að gera, heimurinn alveg splungun nýr og allt, þá ég hræddur að þið verðið allir að vinna tvöfaldan vinnudag í framtíðinni til að bæta upp letina í úlfaldanum. Þeir urðu allir þrír ofsareiðir við þennan hauglata úlfalda en þeir gerðu eins og maðurinn bað og unnu tvöfaldan vinnudag fyrsta þriðjudaginn í veröldinni. Og fyrsta miðvikudaginn í veröldinni. En fyrsta fimmtudaginn í veröldinni voru þeir allir dauðþreyttir og mjög reiðir við þennan geðvonda, montna, lata og hnussandi úlfalda út í eyðimörkinni. Og þeir héldu ráðstefnu til að ákveða hvað þeir ættu að gera í málinu. Sagði úlfaldinn háðslega og hélt áfram að japla letilega á svölurótinni. Þetta ekki hægt, sagði hundurinn. Mikið vildi ég að andinn sem ræður eyðimörkunum kæmi ég. Ó, andi eyðimörkana, sagði hundurinn. Það rétt að einhver sé svo latur, núna þegar veröldin svona splungun ný og allt, að aðrir þurfa að vinna tvöfaldan vinnudag til að bæta upp letin í honum? Auðvitað ekki, sagði andinn. En, sagði hesturinn, það skepna í miðri víðáttumiklu eyðimörkinni með langa fótleggju og snoturt flatt bak sem hefur ekki gert nokkuð skapaðan hlut síðustu 3 daga. Ég bað hann að gera eitthvað með þessu sterka baki sínu á mánudagsmorguninn.
Og hverju svaraði hann? Spurði andinn. Hann segir aldrei neitt annað en sagði hundurinn. Ég bað hann að hjálpa mér að elta bein. Og hverju svaraði hann? Spurði andinn. Sagði uxinn. Það er það eina sem hann segir. Ég bað hann að hjálpa til við að plæja. Og ég býst við hann að við hnussa við því, sagði andinn sem ræður eyðimörkunum. Já, ég þora að veðja öllu gulli Arabíu að það er sléttbaka montni úlfaldinn minn sem þið eru að tala En ef þið viljið bíða andartak skal ég lækna hann af letinni. Og andinn sem réði yfir eyðimörkunum fór til lata úlfaldans sem var eins og vant var að dásta sjálfum sér. Þetta er nú ekki kurteislegt af þér, sagði andinn, og ég myndi ekki segja þetta oft í þínum sporum. En heyrðu mig nú, þú lést félagana 3 leggja á sig mikla aukavinnu vegna þess að þú ert svona feikilega latur. Finnst þér það ekki svolítið leiðilegt? Sagði úlfaldinn. Þetta er síðasta viðvörun mín, sagði andinn. Ef þú hnussar svona einu sinni enn, hnussarðu einu sinni of oft. Hvernig litist þér nú á að vinna einu sinni heiðalegt dagsverk eins og hinni? Sagði úlfaldinn einu sinni enn. En þar með var hann búinn að hnussa einu sinni of oft. Andinn sem réði yfir eyðimörkunum beitti töfrum sínum. Hvað hefur komið fyrir fallega slétta bakið mitt? Spurði úlfaldinn. Þennan hnúð færðu að því hvað þú ert snúðugur og fúll og latur, sagði andinn. Og nú skaltu svei mér reyna að koma einhverju verk með þessu nýja bakið þínu. En hvernig á ég að geta það? Kveinaði úlfaldinn. Þessi krippa verður allstaðar fyrir. Þvert á móti, sagði andinn og brosti. Í hnúðnum þínum er 3 daga matarforði. Allir aðrir í veröldinni eru búnir að vinna í 3 daga. Mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Þú gerðir það ekki, svo þú skuldar nú öllum hinum 3 daga vinnu. Og af því að þú ert með þennan hnúð á bakinu getur þú sinnt starfið þínu án þess að þurfa alltaf að vera að stansa til að éta svölurót og þyrna og þess áttar. Og það verður vitalega engin tími fyrir þig til að dásta nýja bakinu þínu í lindum og pollum. Þú verður allt á vönnum kafinn að gera gagn með því. Og upp frá þessum degi hefur úlfaldinn unnið jafn mikið og vel og öll sín dýri. Stundum meira að segja enn meira en þau. Þau stansa til að éta en hann heldur áfram vegna þess að hann hefur matarforða í töfrakrippunni sinni sem andinn gaf honum forðan. En hann er enn ákaflega geðvondur á montinn, alveg eins og fyrsti úlfaldi sögunar, sem auk þess var hauglatur.